Komið sæl og blessuð. Ég ætla að fá ungan lögfræðing til þess að spjalla við mig hér í Hvítum máum í dag. Hann vinnur hérna upp í næsta húsi hérna upp á Kaupfélagshorninu. Ólafur Rúnar Ólafsson heitir hann og ég ætla bara að undirbúa hérna áður en hann kemur. Það var ekkert vandamál, ég hringdi bara og hann skokkaði hérna fyrir Kaupfélagshornið hérna hjá okkur og komið til okkar hingað inn á veitingahúsið, Götubarinn, þar sem við setjum í rólegheitunum. Það er lítið að vera á Götubarnum í dag, en það er nóg að gera samt hjá okkur. Ólafur Rúnar Ólafsson, lögmaður, velkominn. Takk fyrir. Á ég ekki að segja lögmaður? Er það ekki heitið þitt í dag? Jú, það er heitið í dag. Já. Og sumir meiri að leggja upp úr því hvort þeir eru héraðsdóms eða hæstaréttarlögmenn. Og ég er búinn að komast þangað að vera hæstaréttarlögmaður. Hæstaréttarlögmaður, HRL, er það ekki? Jú. En hitt er HDL? Hitt er HDL, já. Héraðsdómslögmaður? Já. Heyrðu, segðu mér svolítið að því, það er alltaf gaman að því. Er þetta ekki miklu flottara sem þú ert? Sko, á vinnustarfinu þar sem ég er, þar er margt fólk. Við erum líklega 13 skrifstofunni og við erum þarna 4 lögmenn, HDL og HRL. Þau kalla okkur stafakallana. Þau segja það að við séum rosalega upptekin af því að vera HRL eða HDL. En ég held raunverulega að það er nú ekki allir munurinn á. En er þetta ekki þá í raun samt þrátt fyrir það markmið hjá lögmannum, starfandi lögmannum að ná því að verða HRL? Jú, þeim sem eru í málflutningi og vinna við þau störf, þá er þetta markmið sem menn ætla sér því að við viljum geta fylgt málunum okkar eftir alla leið upp í Hæstarétti ef þannig ber undir. Þetta kannski snýst fyrst og fremst það að þegar þú ert búin að öðlast ákveðna reynslu, ég heldur að lágmarks 5 ára starfsreynsla og ákveðin fjöldi mála sem að þarf að flytja í héraðsdómi og því líkt, að þá áttu þess kost að glíma við prófmál í Hæstarétti sem að eru nú þeirra náttúru núna. Það eru mál þar sem eru 5 dómarar í. Já. Menn geta haft alls konar skoðanir því hvort að það er réttur mælikvarði eða hvað. Og þá er þetta eitthvað sem auðvitað er ákveðin kostur að geta haft inn á einni lögmannsstofu lögmenn sem eru með réttindi til þess að fylgja málum alla leið. Já. Hvernig er það, ég meina, breytingin sem að verður frá héraðsdóms lögmennsku upp í Hæstaréttar, þarftu að fara í próf eða hvað þess áttar? Það eru þessi 4 prófmál sem eru mála ákveðin stærðargráðu sem ég þarf að reka fyrir Hæstarétti. Og svo þegar maður er búinn að flytja hvert þessara prófmála þá er maður kallaður inn til forseta dómsins og þar fær maður föðurlegt tiltal. Já, er það svo? Svo má segja hvort maður hafi gert eitthvað gott eða eitthvað síðra og fær svona tilsögn og leiðsögn. Þannig að það er í sjálfu sér mjög gott vegna þess að það er ekkert oft sem maður fær dómur í sjálfu sér aldrei dómur yfir lögmanni. Þó maður tapi eða vinni máli, þá getur maður ekkert sagt hvort að lögmaðurinn hafi unnið starfið vel eða illa. Nei, en það hlýtur samt að þurfa að vinna þetta óslega vel. Já, það þarf að vinna öll mál vel sem að maður fer með inn í héraðsdómi. Ertu þá með vinnuna með þér heima? Þeir eru út að fara til dæmis í Hæstarétt. Já. Er þetta ekki gríðarlegur undirbúningur? Þetta er mikill undirbúningur, jú, og það þarf auðvitað að læra öll skjöl utan bókar, nánast að heita má til þess að vita hvar þau eru og svo framvegis í gögnum málsins, því að í Hæstarétti hefur maður skamman tíma til þess að flytja málið. Þá er búið að einangra þetta allt hvað ágreiningurinn er og búið að fara í gegnum þetta áður. Þannig að það þýðir ekkert að ætla að mæta óundirbúin og ætla að bladra þar dagpart málið maður er bara rekinn úr púltinu ef maður klárar ekki á tilsettum tíma. Já. En auðvitað reyni ég eins og allir að taka þetta sem minnst með mér heim. Pappíra tek ég aldrei með mér heim. Nema bara í algjör undantekningartilvikum. Þú tekur hugsunina með þér heim? Hugsunina tek ég með heim en reynir samt að skilja hann eftir mjög markvisst líka. Já. En er þetta skemmtilegt? Þetta er reyndar mjög skemmtilegt og starfið er gríðarlega fjölbreytt.
maður er alltaf að fást við einhver ný viðfangsefni, nýtt fólk, ný álitefni, lögin náttúrulega breytast, en kannski eins og hérna, ég held kannski að það sem að einkennir kannski sko lögmannsstofa á landsbyggðinni að það er kannski minni sérhæfing. Lögmaður er kannski ekki bara alla daga í því að selja flugvélar eða gera eitthvað eitt afmarkað. Heldur lögmaður á landsbyggðinni er kannski í fleiri verkefnum og fær fjölbreyttari tækifæri. En á samanskapi kannski, ég veit ekki hvort að mig segja að við förum ekki eins djúpt í málin alla jafna. Það er að segja, þú veist með eitthvað tilvík þar sem að það er, eins og ég segi, ef þú ætlar að fara í eitthvað mjög sérhæft mál sem er kannski koma 1 eða 2 mál upp á ári eða annað hvert ár á Íslandi, að þá kannski er ég ekki rétti maður til þess að fást við það, en nú veit maður ekki, þú veist, eftir hvað málið er. En þá er ég í fyrirtækinu hérna, pakta lögmönnum og þá erum við erum rúmlega 20 lögmenn á skrifstofum. Alveg í samstöpunni. Já. Og þá er þetta nú ekki flókið, þá sendi ég nú bara einn tölvupóst og spyr, ég er með svona mál, einhver sem að þekkir inn á mála, það er réttarsviðið. Og þegar þú ert með 20 manna lögmannahóp, þá er alltaf það er einhver sem kann. Það er einhverjir 2-3 sem að kunna, Þannig að það er hægt að leysa úr öllum málum fólks. En af hverju fórstu í þetta? Ég veit það ekki. Það er ekkert sem að rakti í þetta eða? Nei, þetta var dálítið sérlega, Kom bara einhver áhugi eða hvað var það sem gerðist? Ég held að ég hef ekki einu sinni haft forsendur til þess að hafa áhuga þessu, Þegar ég var 14 ára gamall, þá var ég á hjólinu mínu og hjóla niður Skarðshlíðina fyrir neðan Höfðahlíð 1 þar sem þá var kjörbúðin. Já. Allt í einu fekk ég þá flugið í höfuðið, bara kom algjörlega lausu lofti. Ég þyrfti að verða lögmaður. Og við þessa hugmynd hélt ég mig nú dálítið lengi. Í menntaskóla á fyrsta ári fekk ég nú svona einhverja flugur það. Ég þyrfti nú kannski eitthvað að skoða tölvur eða auglýsingamál, en það bráði nú fljótt af mér. Þegar ég kom upp á annað ár í menntaskólanum. Einhvern veginn var ég alltaf ákveðin í að ég ætlaði að fara í lögfræði og lögmennsku. Vissi sjálfsög ekkert hvað starfið snerist. Ólafur Rúnar, kallaður Óli. Já. Óli gamli. Já. Ég segi þann bara vegna að ég sé þessa mynd hérna að þér sem náttúrulega er alveg stórkostleg. Þarna, varst þú að leika í bíómyndin Hrútar? Nei, ég segi svona. Nei, ég var það reyndar ekki. En þarna er þetta í réttunum? Þarna er ég í réttunum, þarna er ég í Illugastaðar rétt og ég er nú svo heppinn að kona mín er tengd fjárbændum í Ljósavatnsskarði, þannig að ég á þessu kost að komast í réttir. Finnst þér þetta gott svoleiðis? Já, ég var í sveit þegar ég var strákur, mörg sumur, 8 sumur líklega fram í Eyjafirði. Já, hvar í Eyjafirði? Í Gullsbrekku. Já. Og það sagði nú einn sem var að vinna með mér hérna á skrifstofunni að það væri nú þannig að það væri hægt að ná, hvernig orðan það væri hægt að ná stráknum úr sveitinni en þú næðir ekki sveitinni úr stráknum. Ég kann mjög vel við mig í lopapeysunni og innan skepnur. Þú nefndi kona þína, hver er hún? Það er Eyrún Kristína Gunnarsdóttir, hún er sálfræðingur hér í bæ. Já. Starfar með börnum og úlingum. Já. Búin að gera mörg ár. Eigið þið börn og unglinga? Já, við eigum 4 börn. Elsta barni vorum við að ferma núna á Hvítasunninni. Jæja, til hamingju með það. Þakka fyrir það og yngsta barni var að ljúka leikskóla núna á föstudaginn síðasta. Þannig að þetta er svona tekið með áhlaupi, við getum sagt sem svo. Já. Ég held að það sé svo erfitt leið út búin að fara með rimlarúmið út úr hjónaherberginu, það er svo erfitt að fara með það aftur inn Þannig að það er langt best að taka þetta bara með áhlaupi Já, taka þetta bara skipulega. Já. En þú, lögfræði, þú fer til Reykjavík og væntanlega til að læra þetta á þessum tíma? Já. Háskóli Íslands eða? Jú, Háskóli Íslands, þá var það inni. Ég er svona einn af þeim síðustu sem er með það sem heitir embættispróf í lögfræði. Já. Áður sem var breytt svona til samræmis við kerfið eins og það er í dag. Já. Sem er þá orðið 3 ára nám og 2 ára mastersnám ofan á. Já, en þú ert Akureyringur? Ég er Akureyringur, já. Og hvaðan ertu frá Akureyri? Ég vil nú kalla mig þorpara. Já. Ég held að ég megi segja að ég geti alveg ósekju kalla mig þorpara úr Glerárþorpinu því að mamma mín, Anna Árnadóttir, hún er fædd og uppalin í þorpinu.
Já. Og foreldrar hennar bjuggu alla tíð þar. Já. Og mamma hennar fædd og upp að Lýðþorpinu líka. Já, það? Þannig að hérna, já. Sem að þá náttúrulega Glerárþorp, ef ég man þetta rétt. Já. Var raunverulega ekki partur af Akureyri. Nei. Þannig að og áttu svo heima þar sem strákur? Já, svo átti ég heima þar allan tíð sem strákur. Ég átti heim í Einholti og svo átti ég heim í Skarðshlíð og þannig að svona fram á fullorðinsára heita má, þá var ég alltaf þar og var í Glerárskóla og mínir vinir bjuggu þarna til Þorpi. Kom þá ekkert annað til greina þegar þú lýkur þínu námi en að fara til Akureyrar? Það var einhvern veginn svo sterkt í okkur að fara norður að sko ég lauk námi, kona mín átti eftir að klára ritgerðina í sínu námi áður en við fórum norður. Þannig að við fórum að segja sko með fyrstu vél sem við gátum farið og hún kláraði ritgerðina sína hér fyrir norðan. Og var þá með annan fótinn svona bara í háskólanum fyrir sunnan. Já. Einhvern veginn vorum við alltaf ákveðin í því að koma norður. Ég er geysilega mikil Akureyringur í mér. En fékkstu engin tilboð að hefja störf einhvers staðar í Reykjavík eða annar staðar? Það reyndi ekkert á það, ég gaf ekkert færi á því. Þú tókst fyrstu vélina? Já, má segja það sko, ég vann held ég hartnær 2 ár í fjármálaeftirlitinu, strax eftir skóla fyrir sunnan. Svo hringdi í mig ágætur maður hér og stakk upp á því hvort ég vildi ekki fara norður og opna með honum fasteignasölu. Ég hefði réttindin. Hugmyndin fannst mér að mörgu leyti áhugaverð og fór heim og ræddi þetta við frúna og niðurstaðan var mjög afgerandi. Fasteignasölu ætlaði ég nú ekki að opna, en norður skildum við fara. En svona fyrir utan þetta, þar að segja fást við lögmennskuna, sko, hvað gerur? Hvað er áhugamál og hvað gerur annað? Fyrir utan að vera í lopapeysunni? Já, sko þessi klassísku svör náttúrulega, ég hef áhuga útivist á fjölskyldunni og hérna, það nú bara þannig að það er akkurat svo leið, sko. Já. Og svo þessi mynd góð af þér hérna. Já, þarna ég í Kjarnaskógi að gera við sprungið dekk. Já, punktera. Já. Þetta ástríða sem að ég uppgötaði fyrir nokkrum árum síðan. Að hjóla? Hjóla í Kjarnaskógi eða svona, hvað segja, í vegleysum og slóðum. Á þessum reiðhjólunum sem eru komin í dag, sem eru með dempur, þetta nánast eins og mótorhjól, nema bara að vanda mótorinn. Já, þú ert bara mótorinn. Og þetta er allt sem að hjólreiðar voru sem það voru ekki þegar ég var 10 ára gamall. Já. Þannig að þetta er mjög gaman, þetta er skemmtilegt Og þetta, þú fæst við þetta? Ég fæst við þetta svona, þegar ég get og hef tíma. Segð mér meira. Og sonur minn er í þessu með mér. Ég náði hjóli handa honum líka. Þannig að þetta er svona þetta er það fyrsta sem dettur í hug þegar ég ætla að fara að gera eitthvað á þess að vera með fjölskyldunni eitthvað, sko. Já. En síðan höfum við nú svona reynt að hafa það þannig helgarnar að gera eitthvað saman fjölskyldan, ekki endilega eitthvað, sko, ekki eitthvað ákveðið. Það er ekki eitthvað sem við gerum alltaf, sko, við förum ekki alltaf á skíði eða alltaf út að hjóla, en reynum alltaf að finna okkur eitthvað til þess að gera saman. Já. Minnstu kosti annan helgardaginn, við getum sagt sem svo. En hvort sem það er hjólreiðar eða skíði eða föndra eða hvað. Já, bara fjölskyldan saman. Já, göngutúra, bíltúra. Og reynum að fitja upp einhverju nýju stundum. Ertu veiðimaður? Ég spyr nú flesta sem að hérna koma, hvort þessu veiðimenn? Já, ég get sagt það sem svo að ég er mjög áhugasamur veiði og allar græjur á ég náttúrulega eins og gengur. Það er hins vegar mjög góð umhverfisstefna að láta mig hafa veiðileyfi því að það eru engum veiðistofni nein sköpuð hætta þó að ég mæti með veiðistöngina á Bakka þegar ég er alveg sérlega mistækur veiðimaður. Já, er það? Já, en ágættur í nestinu. Já. En þú er gaman að þessu saman? Já, mjög gaman að þessu og það er auðvitað frábært að standa á Árbakka og vera í vöðlum og lopapeysunni undir. Já, ef þú hefðir ekki lært lögfræði, hvar værirðu í dag? Ég átti erfitt með að klára almennu lögfræðina. Hún var erfið, sko. Þegar ég fór á fyrsta árinu þá var 92% fall. Ég ákvaði að fylgja fjöldanum þá, sko.
fannst það bara öruggara. En þegar ég var að fara sko á seinna árinu í próf, þá fannst mér lesturinn myndi verða erfiður og þá var gefin út svona námskrá í háskólan, þykkur mikill dóðrandur allt sem var hægt að læra í háskólan. 2 mánuði fyrir próf þá tók ég hann upp og fletti í gegnum hann alla. Það væri nú bara komið gott. Og þegar ég var komin í gegnum bókina þá lagði ég hann frá mér og hugsaði með mér, nei, nú er ég bara að klára þetta. Sko. Það var einhvern veginn ekkert annað sem að heillaði mig á þeim tíma. Nei. Ég hugsaði sko, ef einhver spyrir mig í dag á ég að fara að læra lögfræði. Lögfræði er mjög gott nám, eins og sagði, ég veit það ekki sko. Ég er ekkert endilega sem ég óski börnunum mínu þess. Bóndi? Það er náttúrulega, það er frábært að vera bóndi held ég. Ekkert upp voruð í hafa? Nei, jú, sjálfsagt er það hægt sko. Það er erfitt að ætla að byrja á núllpunkti. Sko. Þetta er stóru fjárfesting. Já. Það sem er skemmtilegt og aðlaðandi held ég við það er það að fjölskyldan er saman. En svo gerist það bara að tíminn líður hratt og svo verða börnin allt í 16 ára og þá þurfa þau að fara í menntaskóla. Svo fara þau í lögfræði? Svo fara þau í lögfræði og vilja náttúrulega ekkert fara að hanga yfir einhverjum búskap. Sko. En eins og pabbi, Ólafur Ármannsson, smiður. Já, ég hef gaman að smíða. Já, og gerur það? Já, ég hef nú gert það. Ég fór nú í framkvæmdir heima og hef nú bara verið dálítið liðtækur sjálfur með hamarinn. En það gerist náttúrulega þannig að ég byrja á einhverju, sko. Byrja á einhverju góðu verki. Svo svona þegar komið til hádegi þá hringi ég í pabba og segi, sko, ég þarf smá leiðbeiningu og á endanum er hann kominn í vinnu, sko, en ekki ég. Og klára verkið. Og hann klára verkið, sko. Það var þetta pínlítið þannig. Já, þannig að þú ert bara í jakkafötunum? Já, sko, þegar ég var í framkvæmdinni heima, sko, þegar ég var farin að moka öl og rúta til drasli í jakkafötunum, þá þótti nú smiðunum það merkilegt, sko. Þannig að þetta er svona, eins og segi, hver stétt hefur kannski sinn vinnugalla. Já. Og þinn er svona? Minn er svona. Jakkaföt? Jakkaföt og jú, mér líður ekkert illa í þeim, sko. Sum líður illa í jakkafötum, mér líður ágætlega í þeim. En ég er nú ekkert lengi heima áður en ég er búinn að hengja þau upp og komin í lopapeyssuna eða eitthvað þægilegra. Já. Eins og spurði mér maður, átt þú gallabuxur? Undrandi að sjá það. Áttu gallabuxur? Ég á gallabuxur. Heyrðu, komstu með eitthvað til að sýna mér? Já, má segja það sko. Ég kom nú með mynd af gömlu glerbrúnni sem við vorum að ræða á þann en nú svona gömul arfleifð bæjarins. Þetta er svona gamall leikvangur þinn? Já. Og margra annara? Sko, ég var að reyndar börnin mín alveg óskaplega mikið við glerbrúnni. Við vitum sem að erum alin uppið hana að hún hefur tekið. En þú býr ekki við hana núna? Ég ekki alveg. Hún er reyndar, má segja, hún er innan flutningsleiða. Ég er upp í Kambagerði og það er ekki langan veg að fara að henni. Já, komin á brekkuna? Komin á brekkuna. Já. En akkurat þetta stef, þessi brú og þessi stípla sem þarna þetta er auðvitað ákveðin hluti af sögu bæjarins. Og þessi tenging á milli Gleráðþorps og Akureyrar gamla. Mér finnst að við verðum að huga þessu. Ástandi á þessari stíplu sem þarna er fyrir neðan núna, þetta er orðið mjög hrörlegt. Já, vissulega. Það gerist bara tvennt, sko. Annaðhvort laga með þetta, með ernum tilkostnaði náttúrulega, eða þetta verður tekið og áinn þá tekur þetta bara á endanum, sko. Ég hefði viljað að við syntum þessu. Við megum ekki alveg gleyma. Þetta er óskaplega fallegt þarna frá. Já, það er og þetta er falleg mynd. Þetta er óskaplega fallegt og horfa hann upp þetta á öllum árstímum er fallegt. Já. Og en svona persónulegum munum að þá ég þurfti svo sem ekki að fara langt. Ég á nú 2 úr og annað er fermingarúrið mitt. Já. Sem að ég fekk Og notarðu það? Ég nota það. Ég áreindar annað úr núna sem að konan gaf mér og sem að ég hef nú svona meira tískúr kannski má segja. Þetta fermingarúr hef ég notað alveg síðan fyrir 2 árum síðan og mjög svona, já, mér þykir mjög vænt það. Tísó? Einhvern veginn þegar ég var strákur þá sagði bróðir hans pabba sem á nú hefum Patreksfirði, þá sagði hann mér frá því að hann hefði nú fengið úr í fermingargjöf og sýndi mér úrið, ægilega gamalt úr, gekk eins og klukka. Ég fann þá strax að fermingarúr sem voru nú ennþá gefin í fermingargjafir þegar ég var strákur, þetta væri eigulegi gripir.
og hef ég hef mikla ástúð á þessu úri. En Óli, sko í dag tískan þessi stóru úr. Já, ég á svoleiðis eitt sko og með það svona marga dagana núna. En þetta ekki alltaf traustvekjandi fyrir sko að ungur lögmaður sitji með sko pínulítið úra á hendinni. Það er traustvekjandi. Ég veit ekki hvort að sko úr auðvitað skart út af fyrir sig og tekur breytingum í tímans rás. En ég held að ég verði seint talinn sko einhver trendsettir í tískunni sko. Ég held að sé nú þannig sko. Ég er einhvern veginn mjög íhaldssamur að eðlisfari og einhvern veginn þannig að kona mín er það líka sko. Og þannig að ég veit ekki hvort að það er eitthvað sérstaklega traustvekjandi en auðvitað er gott að geta fundið það að það er ekkert rót á mannskapnum sko. Nei, það er alveg rétt, menn hafa svona ákveðnar skorður. Ég held að ég sé sko afskaplega með litla ævintýraþrá. Ég nýt vaxandi óvinsælda heima fyrir vegna þess að ég segist ekkert eiga erindi til útlanda. Sé ekki fyrir mér endilega að fara þangað í frí sko. Áttu ekkert erindi til útlanda? Þannig að þú áttar ekki til útlanda í sumar? Nei, ég er svo sem ekki búin að, það gerist þá eitthvað sem að verður þá eitthvað alveg tilfellandi sko. Ef að veðri fer ekki reyndar að batna þá kannski þarf maður að hugsa sig sko. Já, það er eiginlega komið að einhverjum þolmörkum í þeim efnum. Já, ég held að ég sé ekkert öðruvísi en aðrir í því sko. Nei. Heyrðu, ég ætla að skal ég segja að taka mynd að þér. Þú ert eins og aðrir sem ég tek myndir að, þið komið reglulega vel út. Já, ég er sko nýbúin að vera í fermingarmyndatöku, þannig að ég kem upp í lesnu sko. Þú getur afgreitt þetta mál léttilega. Jæja, gaman að spjalla við þig. Sömuleiðis. Áttu eitthvað óskalag, ef ekki spila eitthvað lag sem þið þykir gaman að? Já, ég hef mjög gaman að tónlist og börnin mín eru reyndar í tónlistarskólanum, öll. Og það er ærinn starfi að fylgja því eftir. Þú vorst að spyrja hvað ég gerði svona sko að dagskráin á heimili þar sem að eru 4 börn, þar sem að öll er í tónlistarskóla og öll er í íþróttum, að hún er nú býsna þéttskipuð. Þannig að við hlustum á alls konar tónlist heima fyrir en það er kannski eitt lag sem að gefur mér alltaf í gott skap og það er lagið hans Jónasar Sigurðssonar Hamingjan er hér. Það er held ég ekkert partí sem að það lag getur ekki lagað. Já, og við skulum ljúka þessu bara á hamingjuleginu og vona að hamingja fylgi Ólafur Rúnar. Þakka þér fyrir. Ólafsson, lögmaður. Ég á ekkert að segja lögfræðingur, þetta er bara lögmaður. Ég breytir engu, ég legg ekkert mikið upp úr því, það er. Ég hélt að hamingjan væri blekking sem kæmi ríðandi á hestum eftir fjöruborðin með braki og brestum færandi fenginn sinn öðrum. Ég sem hélt að hamingjan væri ský